Verið hjartanlega velkomin á ferðaþjónustudaginn 2024. Diljá Matthíasardóttir heiti ég og hagfræðingur Samtaka ferðaþjónustunnar og verð fundarstjóri hér með ykkur í dag. Virkilega gaman að vera með ykkur og sjá þennan flotta hóp sem hér saman komin í Hörpu, enda vissulega verðugt málefni að ræða sem við erum að taka fyrir hér í dag. Álagsstýring á fjölsóttum ferðamannastöðum. Dagurinn í ár haldinn með öðru sniði en venjulega, enda málefni verðugt og hann haldinn í samstarfi við Ferðamálastofu, Umhverfisstofnun, Vatnajökulsþjóðgarð og Þingvallaþjóðgarð. Og dagskráin sem við höfum sett saman fyrir ykkur þétt og stútfull af fróðleik og fyrir framan ykkur á borðunum ykkar sem og í QR-kóðunum aftan á nafnspjöldunum ykkar. En ef við stiklum á stóru, þá munum við byrja á því að fá opnunarerindi, þar sem að Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar og Arnar Már Ólafsson, ferðamálastjóri, munu fara yfir hvað álagsstýring og af hverju við erum að ræða hana hér í dag. Síðan munu bæði erlendir og innlendir gestafyrirlesarar koma hingað upp á svið og við munum fara saman í gegnum vinnustofu. En á eftir henni verða svo pallborðsumræður, þar sem að ráðherra ferðamála, Lilja Dögg Alfreðsdóttir, og umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, Guðlaugur Þór Þórðarson, munu eiga samtal við ferðaþjónustufyrirtæki beint. En núna ætla ég að skipta yfir á ensku. As we have 3 foreign keynote speakers with us here today who have traveled a long way to be with us and to share their knowledge and insights on managing visitor use numbers at popular tourism sites in their home countries. They are from New Zealand, Scotland, and the United States of America. And I would like to thank you all for being here with us today and traveling this far to be here. First, Dr. Susan Sitter, the Visitor Use Management Program Manager at the U.S. National Park Service, will start. Next, Chris Taylor, Destination Development Director at Visit Scotland, will go over his view on the subject today. And third, Tim Bamford, Chief Advisor at the Department of Conservation in New Zealand, will share his view with us as well. Again, thank you, Susan, Chris, and Tim, for being here with us today. It's an honor to have you with us, and I'm looking forward to hearing your presentations. We will have a short coffee break after the first 2 presentations, and then Tim will present after the break. However, now I will switch back to Icelandic for a little bit, en ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra hér í upphafi og vil bara rétt minna ykkur á að merkja nafnspjöldin ykkar og að aftan á þeim QR-kóði með dagskránni. En það því ekki til fyrirstuð heldur en að hefja leika og bjóða Jóhannes og Arnar hjartanlega velkomna upp í ponti. Gjörðu svo vel. Takk. Komiði sæl. Mikið skelfilega gaman að sjá okkur öll. Okkur vantar klikkarinn Arnar. Svona erum við þjálfaðir á sviði. Það klikkar ekki. Það klikkar ekki. Af hverju erum við hérna? Við erum hérna til þess að opna umræðuna, Arnar. Já, af hverju erum við hér? Stór spurning. Það gæti í fyrstu sín blasir svolítið við, en það augljóst að þetta umræðuefni hefur verið mjög mikið umræðinu að undanförnu og samfélagsmiðlum, almennum fjölmiðlum og margt verið sagt og mikið verið fullyrt. En það sem einkennir þessa umræðu það að það afar ólíkur skilningur á því hvað álagsstýring og hvað hún felur í sér. Og þetta eitthvað sem við þurfum að takast á við í framtíðinni. Ég held að það sé engar blöð það að fletta. Það yfirgnefndar líkur á því að ferðamannastraumur til landsins mun aukast á næstu árum og áratugum. Þannig að þetta eitthvað sem við þurfum að ræða að fullri alvöru, hvað sem okkur líkar betur eða verð. Ekki satt? Jú, mikið rétt. Og ástæðan fyrir því að við erum að halda þennan dag í dag til þess að reyna að fá sem flesta í salinn það að hagsmunaaðilarnir í þessu samtali eru gríðarlega margir. Þið eruð öll hagsmunaaðilar varðandi álagsstýringu á áfangastöðum á einhvern máta. Við erum með alla virðiskeðju ferðaþjónustunnar, við erum með stoðkerfi greinarinnar, fjöldi opinberra aðila, ráðuneyti, sveitarfélög, stjórnsýslustofnanir og eigendur áfangastaði einkaeigu fjárfesta,
rannsóknaraðila og svo náttúrulega auðvitað alla íbúa landsins. Hvernig náum við sameiginlegum markmiðum og sátt framkvæmd? Það er flókið að skipuleggja svona ráðstefnu og það eru gífurlega mörg sjónarmið sem þurfa að koma fram í umræðunni. Og það eru mjög margir aðilar sem hreinlega fengu ekki pláss við borðið í þessari ráðstefnu. Og þarf að nefna hverja, en þeir eru mjög margir. En það er einmitt svona tilgangur hjá okkur í dag. Það er að auka þekkinguna, það er að svona koma umræðunni svona á ákveðna teina, setja ákveðna skorður, ramma hana aðeins inn og virkja samtalið á milli mismunandi aðila. Og það er akkurat bara svona dæmi það að það er ástæðan fyrir því að við erum hérna á sviðinu, hagsmunapésinn og regluvörðurinn, að reyna að sýna fram á að það er hægt að tala saman þetta, án þess að allt fari hund og kött. Það eru gríðarlega mismunandi hagsmunir, það eru mismunandi sjónarmið, það eru mismunandi sýn, það er mismunandi aðkoma að bæði fyrirtækjarekstrinum, reglusetningunni, að framkvæmdinni og öllu þessu. Og við erum með þetta allt saman síðan inn í þessa sjálfbærni vídd sem við erum alltaf að horfa á, þar sem við erum að horfa á efnahag, samfélag og náttúru. Og þetta þarf einhvern veginn alltaf að spila saman. Þannig að til þess að við náum inn í framtíðina á skynsamlegan máta, þá þurfum við að vinna að þessu saman, við þurfum að tala saman, við þurfum að finna að minnstakosti einhvers konar sameiginlegan ramma og sameiginlega sýn, því að markmiðum og sátt framkvæmdina á svona álagstýringu eða aðgengistýringu verður aðeins náð með samvinnu. Og það er til dæmis það sem við sáum þegar við vorum að vinna með stjórnvöldum hjá samtökum ferðaþjónustunnar í gerð ferðamálastefnunnar til 2030 sem var samþykkt á þinginu í vor, að það kom fram skýr áhersla á það að það vantaði heildrænan ramma og sýn á álagstýringu og inn í aðgerðaáætluninni eru aðgerðir sem að lúta að þessu og framkvæmd og ákveðinni svona sýn á það hvernig á að gera þetta. Og þetta er eitthvað sem við unnum í afar góðu samtali og við erum að reyna að halda því áfram. Akkurat. Einmitt, heildræn sýn, samræming og fyrirsjáanleiki, þetta eru hugtök sem að einkenndu þessa sýn og þessa aðgerðaáætlun sem var samþykkt nýverið. Og það verið, hvað þetta statt, er eitthvað sem mörg ykkar spyrja eflaust. Það verið að ýta fyrstu aðgerðunum úr vör, það eru nú einhver aðgerðir sem eru þegar hafnar. Augljóslega hafa öryggismál verið mikið í öndvegi undanförnu og það er búið að manna þann hóp og fyrstu fundur er núna í þessari viku, þannig að þetta er alltaf að hrökkva í gang, eins og sagt er. En hvað er álagstýring? Þetta er stóra spurningin. Við höfum öll örugglega svona ólíka versjón af þeirri skilgreiningu en við getum byrjað á því að allavega vera sammælast það að hryggjarstykkið í sjálfbærni er jafnvægi. Og álagstýring er tæki eða aðferð eða stjórntæki, stýritæki, hvernig svo orðum það, til þess að lágmarka óæskileg áhrif. Og markmiðið er þá að varðveita og auka verðmæti fyrir atvinnugreinina, samfélagið, en jafnframt og ekki síst, standa vörð viðkvæma náttúru og mæta þörfum okkar gesta. Það eru fjölmargar leiðir til þess að stýra álagi eða stýra aðgangi. Það er að horfa á hluti bara eins og betra skipulag, uppbyggingu innviða, flæðistýringu, þar sem til dæmis er gengið í aðra áttina en ekki báðar, fræðsla, bókunarkerfi, gjaldtaka, það eru fjöldi aðferða sem er hægt að setja í þessa verkfærakistu og mismunandi leiðir geta hentað á mismunandi stöðum við mismunandi aðstæður og eftir því hver markmiðin eru. Þannig eitt af því sem að þarf að skoða í hvert sinn er hvaða aðferð getur hentað við hvaða aðstæður á hverjum stað. Það er ekki eitthvað svona ein ríkisleið sem að virkar í því samhengi. Og eitt af því sem að hefur töluvert verið rætt í þessu og kannski blanda saman svolítið hugtökum sem að skiptir máli að skilja aðeins að þegar við erum hérna í dag að ræða þetta, að það er það að álagstýring er ekki endilega það sama og í rauninni alls ekki það sama og einhver almenn tekjuöflun fyrir ríkissjóð eða hið opinbera. Það er ekki það sama á skattlagning á atvinnugreinina eða ferðamennina. Þegar við erum að tala
almenna tekjuöflun, þá getum við rætt til dæmis eitt gjald sem allir greiða, en það stýrir ekki endilega neinu álagi. Það stýrir því ekki hvort fólk fer á þennan áfangastað eða þennan eða hvenær dagsins eða hvernig áfangastaðurinn virkar. Til þess þá þurfum við að horfa á hvert stað, meta það með einhverjum hætti hvort að það þurfi stýringu þar og fara síðan áfram í næstu skref ef svarið er já. Þannig að þetta svona eitthvað sem við viljum að biðja ykkur að hafa í huga í dag. Við erum ekki að leita hér leiða til gjaldtöku fyrir ríkissjóð, heldur erum við að leita leiða til þess hvernig við getum haft skynsamlega stýringu þannig að við náum aukinni verðmætasköpun og betri sátt í samfélaginu inn í framtíðina. Já, hvað eru ásættanleg mörk breytinga? Þetta er svona annað hryggjarstykki í þessari umræðu og þetta er algjört lykilhugtak varðandi sjálfbærni ferðamannastaða. Og svona einhver að segja þá er þetta hugtak og hvernig við endurmetum og vöktum og skoðum stöðugt þessi ásættanlegu mörk breytinga. Þetta er það sem áfangastaðir vítt og breitt heiminn eru að fást við. Ég var einmitt að koma á ráðstefnunni síðustu viku þar sem að þetta var málefnið. Og þessi umræddu mörk, þau eiga við alla þætti sjálfbærni, þannig að þetta er mjög víðtæk hugsun. En það er ljóst að stöðug vöktun á ásættanlegum mörkum breytinga, hún stuðlar að náttúruvernd, hún tekur tillit til þarfa heimamanna og mætir þörfum greinarinnar. En það getur verið mikil áskorun að meta þessi ásættanlegu mörk og víðtækt samráð er algjörlega nauðsynlegt og að því að skoðanir á því hvað er ásættanlegt geta verið mjög misjafnar. Það sem mér finnst ásættanlegt finnst þér það kannski bara alls ekki og öfugt. Þannig að samráð er og við verðum einhvern veginn að komast að sameiginlegri niðurstöðu og áður en við gerum það, þá er nánast tómt mál að tala um þetta. Og mörk, annars sem við verðum að hafa í huga, mörk eru aldrei endanleg. Þau taka stöðugt breytingum, stöðug vöktun. Áfangastaðurinn í Íslandi eru ákveðnu lífslaupi sem slíkur og mörkin fara leiðandi breytast með tímanum. Og þetta á við allir þætti sjálfbærni. Og svo má kannski bæta því við að eftir þetta stutta innleik að þörfin á gögnum og rannsóknum er æpandi, getum orðað þannig. Við getum talað um það í allan dag. Já. En spurningin er þarna, hver metur þetta? Hver á að ákveða þetta? Er þörf á álagsstýringu? Hvernig á þetta ferli að líta út? Og þetta er misjafnt eftir stöðum. Við erum með ýmsar flækjur í stjórnkerfi sem tengist ferðaþjónustunni, hvort sem það í mörgum ráðuneytum, í mörgum stjórnsýslustofnunum, í margs konar þjóðgörðum með undir margs konar lögum og stýringu. Og í rauninni geta oft verið ólíkar forsendur lagðar til grundvallar. Það getur verið stundum sem að eitthvað svona þarf á forsendur náttúrunnar, stundum á forsendum heimamanna í nærsamfélaginu, stundum á forsendum fyrirtækjanna og svo jafnvel bara á forsendum ferðamannanna sjálfra til þess að tryggja upplifun og eftir því sem við á. Þannig að til þess að meta þörfina á álagsstýringu þarf að skoða marga samverkandi þætti og markmiðið er, eins og Arnar sagði, að bera kennsl á þessi mörk ásættanlegra breytinga og sjá hvernig hægt er að varðveita verðmæti og auka verðmætasköpunina. Miklu máli. Ég held að það sé augljósu svari hér, afgerandi miklu máli, svo ég bæti því nú aðeins við. En já, eins og við vorum að segja að árangursrík álagsstýring, hún kallar gögn og rannsóknir sem er ákveðinn grunnur að sjálfbærni og þessu áðurnefnda jafnvægi. Og allar okkar ákvarðanir varðandi álagsstýringu, það verða seint árangursríkar, já, ef að þær eru ekki upplýstar. Og við þurfum stöðugt að leita þessu jafnvægi sem við nefndum hérna áðan á milli þarfagreinarinnar, upplifun ferðamanna sjálfra, viðhorfa heimamanna og svo auðvitað náttúrulegs umhverfis. Og við þurfum innsýn inn í það hvað þessi áðurnefndu mörk, hvar þau liggja eða réttast sagt hvernig þau eru að þróast. Og til þess þurfum við gögn, til þess þurfum við rannsóknir og praktíska mælikvarða og við þurfum stöðugt að vera að fjármagna slík verkefni, enda er ávinningurinn augljós. Og það er kannski þá það sem við erum að leggja aðeins hérna upp með í dag, að biðja ykkur að hafa í huga, hvernig þetta ferli gæti litið út. Einhvers konar heildræn sýn á það hvernig hlutirnir gætu virkað, mjög almennt. Svo alls konar útfærslu vandamál og vesen og spurningar og áskoranir.
En það þarf fyrst einhvern veginn að meta. Ef við erum með áfangastað þá þarf einhver að fara þar inn og meta. Þarf álagsstýringu hér? Þarf að stýra aðgengi? Þarf einhvers konar takmarkanir? Eitthvað sem liggur undir skemmdum eða eru fyrirtækin öll bara einhvern veginn að keppa hvort við annað, þá engin verðmæti að verða til almennileg, engin framlegð. Hvað í gangi hérna? Og þá spurning, hver á að gera það? Það augljóst að það ekki ég á ekki að gera það. En það spurning, hver á að gera það? Það viðkomandi stjórnsýslustofnun sem þar? Yfir höfuð stjórnsýslustofnun til staðar? Þarf einhvern veginn að samræma það í kerfinu? Það eru 3 ráðuneyti sem fara með stjórn lands í eigu ríkisins til dæmis. Það sem fullt á áfangastöðum. Á að leyfa þeim hverju einu bara búa til það sem þau vilja. Eða eigum við að reyna að setja upp einhvers konar matsferil. Eru rannsóknir og gögn til að byggja þetta mat á? Þarf að vinna þau? Þarf að búa til gögnin? Þarf að rannsaka málið? Já, það þarf alveg örugglega að gera það. Þetta allt saman spurningar sem við þarf að hugsa þarna fyrst. Ef svarið þarna já, það þarf að stýra álagi. Og þá færum við okkur yfir í verkfærakistuna. Hvernig ætlum við að gera það? Hvaða aðferð eigum við að nota? Ætlum við að byggja upp innviði á staðnum? Eigum við að byggja göngustíga? Þurfum að byggja einhvers konar þjónustuhús? Þarf að leiða fólk einhvern veginn í gegnum staðinn með flæðistýringu? Þurfum við að takmarka fjöldan? Þarf að setja upp einhvers konar bókunarkerfi? Láta borga fyrir það? Og þá hvernig? Og fyrir hvað? Þetta eru alls konar dæmi víða veröld og það meðal annars þess vegna sem við erum með gesti okkar hér í dag frá Nýja-Sjálandi, Bandaríkjunum og Skotlandi sem eru öll að fara að sýna okkur dæmi það og reynslu af því hvernig þau gera þetta. Og það engin ein leið rétt í þessu. Við þurfum að hafa verkfærakistu en við þurfum að hafa einhvers konar system á því hvernig við veljum byggt á matinu. Og síðan þegar við erum búin að velja hvaða aðferð við ætlum að nota, þá þarf að framkvæma hana. Og eins og við þekkjum hér á Íslandi þá það oft þá sem að málið flækist. Hver það sem ber ábyrgð á framkvæmdinni? Hver ætlar að fjármagna hana? Hvar á að fá peninga til þess? Hvaða hlutverk hafa einkaaðilar í því? Ætlar ríkið að gera þetta allt saman eða á að útvista framkvæmdum og rekstri til dæmis til fyrirtækja? Ég segi að sjálfsögðu já, en það ekki allir á þeirri skoðun og aðstæður geta verið mismunandi. Og svo kemur að þessu þar sem að við horfum á til dæmis ef það á að takmarka fjölda eða setja upp bókunarkerfi, taka gjald, takmarka fjölda ferðamanna, takmarka fjölda fyrirtækja sem vinna á ákveðnum stað, þá erum við farin að úthluta takmörkuðum gæðum. Og það samtal sem við þekkjum vel úr öðrum atvinnugreinum hér á Íslandi og getur verið svolítið flókið og tekið einhverja áratugi að reyna að finna út úr að hér endilega komin mikil niðurstaða. Alltaf verið að skoða þessa spurningu aftur og aftur, hvernig þetta gera þetta vel og þetta koma mjög vel þekkt sjónarmið upp. Hvaða máli skiptir að hafa nýliðun ef við förum í einhvers konar útboð eða úthlutun? Hvaða máli skiptir það sem við höfum kallað veiðireynsla? Einhverju sem hafa byggt upp áfangastaða til dæmis í ákveðnum fyrirtækjum. Hvaða máli skipta þessi hlutir? Hvaða vægi á það að hafa hvað til dæmis fyrirtæki geta greitt fyrir aðganginn í útboði? Það ekki gefið að það sé sniðugast að það sé endilega bara sá sem getur borgað mest. Það getur verið aðrir þættir á mismunandi stöðum sem að skipta máli. Allt þetta kemur upp, öll þessi sjónarmið og við erum með, og geta minnast á hérna, við erum með lög sem að heita lög nýtingu lands í eigu ríkisins í atvinnuskyni, voru samþykkt 2021, sem setja ramma utan það, leggja upp 3 tegundir af samningum til dæmis, nýtingarsamninga, rekstrarsamninga og sérleyfissamninga. Ef þið þekkið ekki þessi lög þá leggið til að þið kynnið ykkur þau. Þau eru áhugaverð. Rammalöggjöf sem leggur það upp hvernig ríkið á að nálgast og opinberir aðilar þessa hluti, en það ekki öll svörin í þessum lögum. En það kannski tól sem hægt að nota í einhverjum tilfellum. Þannig að þessar spurningar eru ansi margar, en þetta kannski það sem við erum að horfa á í dag. Hvernig ætlum við að nálgast þetta? Getum við öll verið sammála að þetta sé sýn sem við getum einhvern veginn hort fram á veginn? Eða bara hálfur salurinn hérna algjörlega ósammála þessu og vill fara einhver aðra leið? Og það væri áhugavert að heyra það til dæmis í vinnustofunni hérna á eftir og fram í kaffinu og endilega rífist þið svolítið í dag. Það er langskemmtilegustu ráðstefnuna þegar fólk ekki sammála. Já, þetta verður góður dagur hjá okkur. Ég vona að þetta stutta spjall okkar Jóhannesar hafi svona aðeins, eins og sagði hérna upphafi, ramma aðeins inn, allavega að varpa þá ljósi á spurningar og álitamáli í tengslu við þetta stóra
umræðuefni. En svona bara rétt í lokin, við spurðum henni upp að við af hverju erum við hérna, af hverju erum við að ræða þetta, og það er nefnilega þannig að álagsstýring, eitt af því sem einkenni álagsstýringu, og það er framsýni. Og við erum hérna öll af því að við berum hag Áfangastaðarins Ísland fyrir brjósti. Við hugsum langt fram í tímann, við hugsum áratugi, jafnvel árhundruð fram í tímann, og álagsstýring felur í sér mikla framsýni og hún felur í sér samvinnu. Öðruvísi gerist hún ekki. Allavega þá erum við svona hámarka jákvæð áhrifin, skulum við segja. En allavega við þökkum bara kærlega fyrir okkur og eigið frábæran dag. Kærar þakkir. Nú mátt þú taka þetta því ég ætla ekki að nota þetta meir. Okkarlega. Við ætlum að fá ykkur aðeins til þess að taka þátt áður en ég hoppa hérna niður. Það er á borðunum fyrir framann ykkur Mentimeter QR-kóði og við fáum hann hér upp líka. Þið kunnið nú flest á þetta systemventala, grípið upp símana. Þið getið nota QR-kóðan á borðinu eða hér. Ef að QR-ið virkar ekki þá farið þið bara inn á menti.com og sláið inn 8-stafa kóðan. Við ætlum aðeins að leiða fram hérna smá hugsun. Aðeins bara að kveikja. Það er mánudagur, það er langur dagur framundan. Þeir sem fyrir að leiðast geta farið í súdókóið sem er á borðinu eða krossgátuna. En ég er viss um að það fer engum að leiðast. Þannig að þarna er spurningin. Þótt þetta sé horfið af skjánum þá eins og segið þið eruð ennþá með kóðan á borðinu. Og svarið er nú. Hvaða ferðamannastað á Íslandi heimsóttirðu síðast? Og þegar þið eruð að rifja þetta upp, veltið þá fyrir ykkur, býtu, hvernig voru aðstæður þar? Er það eitthvað sem að þarf að hugsa í þessu samhengi? Fór ég á eigin vegum? Var ég á vegum einhvers fyrirtækis? Var ég í hópi fólks? Sá ég eitthvað sem að þurfti að laga eða væri hægt að gera betur? Eða var framkvæmdin frábær, skipulagið æðislegt og innviðirnir stórkostlegir? Það kviknar aðeins hugsun. Við sjáum hér að Jökulsárlón er vinsælt meðal íslenskra ferðamanna. Það kemur ekki sérstaklega á óvart. Miðbær Reykjavíkur, markaðsstofa höfuðborgarsvæðisins, hlýtur að vera kátt með það. Það er vissulega ferðamannastaður líka. Þannig sjáum við það að við erum að þvælast út um allt og á þessu orðaskýi sjáu þið bara leið. Það er fullt af stöðum þar sem við erum með kannski ekki nægilega innviði, kannski ekki nægilega gott skipulag. Líka fullt af stöðum þar sem við erum að gera hlutina frábærlega vel og þetta virkar allt saman. Og ef við rúllum aðeins hérna yfir í næstu spurningu, þið megið halda áfram að svara þessari, hún er aðeins flóknari. Hvað er álagsstýring fyrir þér? Hvað er þetta sem við erum að tala í dag? Bunch of money. Við skulum nota orðið verðmætasköpun. En þarna sjáum við þetta, góð stjórnun, verndun, fjöldatakmarkanir, markaðsherferðir, skipulag, verðmætasköpun, dreifing, náttúruvernd, trygging á upplifun. Það er ákveðin konsensus ákveðna þætti sem fólki dettur í hug þegar við leggjum þetta svona upp. En við erum stundum svolítið á yfirborðinu í þessu. Einhverjir hafa verið að hlusta á fyrirlesturinn, ekki tekið öflun. Þolmörk, vernd innviða, skipulag. Þetta er allt mjög gott og ég ætla að biðja ykkur að hafa þetta allt í huga í dag. Við fáum dæmi með þetta allt sem ættir. Og svo erum við eina spurningu í viðbót. Skulum svissa yfir. Á hvaða ferðamannastöðum á Íslandi telur þú þörf á álagsstýringu? Og nú minni ég á hvað hún er fjölbreytt, hvað verkfærakistan er stór og margvísleg.
Þannig að hafið það í huga þegar þið veltið þessu fyrir ykkur. Mögulega á einhverjum af þessum stöðum sem koma hérna upp verðum við með bara raundæmi í vinnustofun á eftir þar sem þið getið rætt betur. Og það er nú gjarnan þannig að þegar við leggjum upp svona raundæmi að þá er það eitthvað sem á við fleiri staði heldur en okkur þann sem verið að tala um. Það er það yfirfæra á milli. Og það er klárt að allir sem heimsóttu Jökulsárlón þeir eru að velta fyrir sig hvort það þurfi ekki að gera eitthvað þar. Landmannalaugar, Gullfoss, Þingvellir, náttúruperlur, flugstöðin, þjóðgarðarnir. Er ekki einhver frá Ísafía í salnum? Skaftafell, Hollstrandir, Goðafoss, Hljóðaklettar, Ásbyrgi, Reynisfjara, Fjaðrárgljúfur, allt land. Takk fyrir þetta. Ég vona að þetta hafi komið heilanum aðeins í gang og þá þökkum við Arnar kærlega fyrir okkur og vonum að þið eigið frábæran dag í dag. Takk.